Jæja, þá erum við komin hingað út í snjóinn til hans Garps sem er vélsleðahundurinn okkar og Birkir hérna er eigandinn. Hvernig byrjaði þetta allt svona? Hvernig fórstu að því að koma hundinum upp á vélsleða hjá þér? Þetta var nú smá prósess. Já. Fór með hann fyrsta skipti, þá var hann 2 mánaða, fór með hann upp á jökul. Já. Þá var þetta svona aðeins bara kynnt fyrir honum. Lítill náttúrulega. Já, bara 2 mánaða, bara svona stór. Setti hann upp á sleðan og setti í gang og ákvaða að nú var ég bara komið nóg í dag og fór hann svo aftur inn. Svo næst kemur með hann, kannski viku seinna og þá var svona keyrt smá hring í kringum húsið eða skálan sem er hérna og svo svona jóki alltaf smátt og smátt. Þangað til þetta er orðið bara eins og í dag, þá vill hann hvergi vera nema bara á vélsleða. Já, hann er alltaf búinn að stækka með árunum og þetta er eiginlega orðið hann er kannski eiginlega full stór fyrir sleðan eða hvað? Já, þetta er orðið aðeins meira mál í dag að fara með hann á sleða heldur en hann var þegar hann var yngri. Ég fer eiginlega ekki með hann í heila túristaferð í dag, sem tekur klukkutíma. Það er svona frekar kannski þegar allir túristarnir farnir, þá fer ég svona kannski svona léttan hring svona til skemmtunar fyrir okkur báða. Nú á maður að kasta, sko. Já, hann kann þetta alveg. Já, hann er fann að læra alveg á þetta. Hann veit hvernig hann á að stjórna. En hvernig hafa eins og vinnuveitendur tekið í þetta? Er ekkert mála að fara með hundin í vinna hjá þér? Nei, ég er nefnilega, þetta er bara viss forréttindi sem ég hef haft að mega hafa hann með mér í vinnuna og líka að hafa með mér á þessi svæði sem við erum að fara eða þessi landsvæði, sko. Upp á jökla og fjalla. Já, og svo er reyndir þessi vinna, hún skiptir svolítið í tvennt. Það er að fara hann upp yfir og fara með fólk í sleðaferðir og eins líka er ég inn á verkstæði að gera við. Og það er það sama, það er ekkert mál fyrir mig að hafa hann þar. En þá er hann bara í vinnunni, þá er hann í vinnunni hálfan dag. Þá fer ég heim í hádeginu og sækja hann og kem svo með hann. Og svo talar hann svona alveg hægri vinstri við ykkur. Já, hann á það til að vera kvart og kveina ef það er eitthvað sem hann mislíkar. Þá á það til að vera að væla hans í okkur og eins líka ef það hefur eitthvað vola gaman, sko, og hann hittir ykkur sem að þekkja þá lætur hann alveg vita. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. En túristarnir eða ferðamennirnir, hvernig taka þeir í að þetta er náttúrulega frekar stór hundur? Já, alveg langflestir, ef ekki allir, þeir taka bara mjög vel í þetta. Já. Og eru mjög hrifnir af honum og ábyrgandi líka hvað útlendingar eru í rauninni ekki hræddir við hunda eins og Íslendingar. Það er aðalega svona ef Íslendingar sjá hana þá svona kippar að þessu höndum og eru pínu smeykir. En jú, það eru nokkur dæmi, ég man nú ekki, þau eru örfá dæmi sem ég man að fólk hefur verið hrætt við hann. Og í eitt skipti þá var það nú kínversk kona sem fyrsta skipti sem hún sagði hann, þá sagði hann no, I'm afraid of dog. Og svo eitthvað faldi hún svo bak við fólk, svo fórum við í sleðaferð og þessi kona var bara eftir í skálanum. Svo því ég kom aftur, en ég veit ekkert hvað gerist þarna í millitíðinni, en þegar ég kem aftur þá situr konan svona búin að hækja sér á pallinum, heldur svona utan hálsinn á honum og er að láta taka mynd af sér. Já, er það? Þá var hann ekkert svo hrædd lengur. Þannig að hún hefur komið til Íslands og komist yfir hundaræðislu. Já, ætli það ekki bara. Það er ekki slæmt það. Já, hann hefur heillað hana. En þetta er mikill boltasnillingur líka, hann hefur gaman að því að leika sér með bolta. Já, þegar hann fær að vera í vinnuna á verkstæðinu þá fær hann stundum aðeins að leika sér að bolta. Og þetta er bara körfubolti, þannig að hann getur ekki bitið í hann og hann er ekki að sprengja hann. Þannig að hann er svona komin upp á lag með það að hann skallar hann eiginlega, hann svona glefsar í hann með tönnunum og þrýstir hann áfram og svo rekur hann undan sér með löppunum og
og stýra honum svona með nefinu og munnum. Það eru fleiri hundar sem eru svona heppnir að fá að komast í vinnuna með eigendum sínum og Garpur hérna fær að fara upp á jökul með Birki, en við ætlum að fara næst og hitta hann Valgeir Guðjónsson. Hann á hund og 2 ketti. Hundurinn fær stundum að koma með honum í vinnuna, en það er að vísu kannski ekki upp á jökul heldur inn á skrifstofu, en við ætlum að kíkja á það næst.